Annar titill, hvernig er tilfinningin? Hún er rosalega sæt og sérstaklega þegar það er búið að ganga illa í vetur. Þetta er búið að vera mikið, eins og við sagðum, mikla hæður og lægir í þessu og mikið rótæringum af leikmannum, mikið af meiðslum. Þannig að fyrir vikið er þetta ofboðslega sterkur sigur fyrir okkur og hvað þá að ná þessu afreki að taka 5. titilinn í röð. Þetta er að sjálfsögðu bara einstæmi og ótrúlegt afrek og ég er mjög stoltur. Nú þið takið fyrsta leikinn bara nokkuð örugglega og svo annan leikinn fáðu þið raskendingu hérna heima. Hvernig er að koma tilbaka út í? Tók það mikið á? Já, við erum búin að vera að glíma við sjálf okkur í rauninni allan vetur og þessi bikarleikur sem við töpuðum fyrir þar sem þeir voru mjög góðir, við á sama tíma vængbrotnir, meiddir, sumir veikir, ég veit ekki hvað, án þess að vera með afsakanir þá fannst okkur við eiga rosalega mikið inn alltaf og þetta var bara við vorum að glíma sálfræðilega við sjálf okkur allan veturinn og þetta náði að smella bara þegar á reyndi í lokin. Mikið verið talað kynslóðaskipti og þá hjá ykkur líka. Ég verð að spyrja þig, er þú hluti af kynslóðaskipti KM í þetta skipti? Ég er ekkert að veit það ekki. Að sjálfsögðu, ég meina, eina sem er víst er að Darri farið frá KM, hann er að fara að flytja erlendis og við hinir ætlum bara að taka tíma að fagna þessu og sjá til, bara gamla keisan. Af því að ég bara, honestly, ég bara veit það ekki, ég er ekkert að ákveða neitt lengur. En ég mun taka þátt í KM-starfinu sem kannski leikmaður 1 ári viðbót en að sjálfsögðu ég mun vera hérna setja upp auglýsingaskipti og kannski eitthvað í stjórn eða eitthvað, því að þetta er bara félagsmiðstöði manns og heimili manns og hér er gott að vera. Geggjað, til hamingju. Takk fyrir það.